Já, þau eru sett hjá okkur Magnús Scheving og Juliana Rose Moriello. Am I right? Yes. Welcome. Thank you. Magnús, það voru stór tímamót í rauninni, allir þessari stóru sögu, þessa stóra verkefni sem þú búin að vera að vinna í mörg ár í vikunni. Þátturinn frumsýndur í Bandaríkjunum. It was a big day. 16. ágúst fórum við í loftið klukkan 9:30. Ég var svo heppinn að vera í New York meðan allir voru að vinna hérna bara niður í Latabæ að halda vorum að taka upp þættina, við eigum 20 þætti eftir. En þetta var sýnt í gegnum gervihnött, þannig að allir fengi að horfa á þetta niður í Latabæ. Og þetta var stór dagur. En viðbröðin úti? Þú er búin að lesa í miðlum og svona væntanlega? Já, við erum náttúrulega að fara inn á markað sem offita í gríðarlegt vandamál og stundum er náttúrulega sumir að skrifa það ef eins og við séum boðberar að koma og bjarga þeim í offitu vandamálum. Við erum ekkert í rauninni að berjast á móti, við erum bara að gera skemmtiefni fyrir börn og með smá svona boðskap. En finnst þeim þarna úti að þið séu dálítið að svona... Já, auðvitað, þetta er náttúrulega viðkvæmt þannig að maður þarf að passa sig aðeins, en allt sem við höfum fengið, umfjöldinu öllum stóru blöðunum, New York Times, Sunday Times, LA Times, og núna síðast í San Diego Times eða San Diego blaðinu, það var sagt bara amazing show og við fengum núna tölurnar, ég er bara með það hérna, sjóðandi hittar, svona áhörundutölur. Þeir byggust við því að við færum í 8, mælikvarðan 8, sem 39% af börnum sem myndu að horfa á það. En við gerum betur en það. Við júkum það fórum í 42%, 10,66, sem þýðir það að það voru 101% meiri hækkun frá því sama tími í fyrra. Samt voruð með sjó sem var hit sjó þá, en við sprengdum það upp 101%. Juliana, yes, you're 13 years old now. Yes. But this is not your first project. No. Tell us a little bit about yourself, about your background. When did you start acting? I started acting professionally when I was 10 years old, but I'd always loved to sing and dance since I was a little girl. And I've worked on Broadway shows in New York, in Oklahoma and Gypsy and other commercials and stuff like that. In New York, yeah. But how is it for you? You're 13 years old. Probably you need to go to school as well. Yes. So how do you do that? How do you accomplish to combine all this together? Well, I get homeschooled, so I do all my work communicating online with a teacher in America. It's very hard. It's really good. It's a lot of work. High grades. Really high. And I try. And I don't think she have ever made a mistake ever with lines on the set. No. You remember everything. She's like so organized and great dancer. But about you and Iceland, you've been living here since January. Yes. Am I right? How's it to be so far away from your home and your friends and family? It's hard. I miss home. I miss my friends and my brothers and sisters and my father at home. But I'm enjoying Iceland. Yeah, and it's nice to be here working in Latabæjar. How do you like your character? I think it's a lot of fun to play Sola. It's fun. I get to sing and dance, and that's really great. And who's your favorite character in Leysingur? Sporgus. Robbie? Siggy? I have a favorite. Siggy's one of my favorites, and all the puppets are really great. It's really fun to work with them. It's a whole new experience for me. And it's strange to talk to a puppet every day. Yeah, it must be. En Maggi, það margt framöndan hjá ykkur vegna þess að nú hefur CBS líka ákveðið að taka þennan þátt fyrir sýningar og það svona ennþá meira stærra dæmi. Þú hefur búin á National TV að sjá þetta. Já, það ótrúlegt. Við erum á Nickelodeon og Nickelodeon með 60% áhorf, Disney með 10% markaðshlutdeild á þessum aldri í barnasjónvarpi og nú vorum við að fá frétt bara núna fyrir 2 vikum síðan og við förum líka á CBS og þá erum við þar helgar og þá erum við komin náttúrulega öll Bandaríkin, 280 miljón heimili og eða manns getur og þetta ótrúlegt. Hvernig upplifir þetta? Finnst þið þú hafa ertu búin að ná takmarkinu sem í rauninni var bara fjarlægur draumur fyrir nokkrum árum síðan? Já.
ég myndi segja það. Þetta er gengið í gegn. Þetta er gengið í gegn. Lazy Town verður hitt út allan heim. Nei, ég veit ekki hvort það verður hitt, en við erum alltaf mjög góða tölur og við trúum því að þetta efni sé gríðarlega vel gert. Þetta er tekið upp hérna á Íslandi og við pressum á það að taka þetta upp á Íslandi og við trúum því að bara Íslendingar kunna bara að gera þetta og við gerum þetta einu ári, 40 þætti á einu ári. En hvert er framhaldið samt? Því að núna líkur tökum næstu árum á daginn. Og hvað svo? 2 mánaða frí, bara allir slappa á að gera ekki neitt. Og svo núna verið í viðræðum vegna Paramount Pictures vil gera öllum skemmtigörðunum sínum live show Latabæ. Þeir vilja fara öll Bandaríkin 3 ár með show. Þá að gera myndband með Sólu Styrðu, að lera vídeo, dancing video við Stephanie og þá að gera íþróttamyndband með íþróttalunum. Það er að gera 11 bækur núna með Random House og Shaman & Schuster og þetta er bara rétt að byrja. Og svo erum við að vonast til þess að fá inn Norðurlöndin og Þýskaland og Kanada. Hvernig er bara staðan á þér í öllu þessu? Þú ert að gera allt og svo ert að leika aðalhlutverkið í ofanálag. Ég meina, hvernig er sólarhringurinn hjá þér? Ertu ekki að verða bara uppgefin? Jú, það er svo, en það er svo skrítið. Þegar maður er að gera eitthvað sem er skemmtilegt, þá er bara næg orka. Ég hef aldrei verið þreyttur. Juliana, ég veit þú tala smá íslensku. Já. Pínu lítið, búin að læra smá. Já. Hver var aftur besta spurningin á íslensku? Hvernig líkar þér á Íslandi? How do you like Iceland? Hvernig líkar þér? I'm enjoying it. Gaman, já. Mjög gaman. Ég finnst mjög gaman á Íslandi en ég sakna New York og Maggie er alveg frábær. Hann er búin að heila núna. Ég kenni það hérna. But Juliana, what's your plans for the future? Are you going to be a big star? Is that your dream? Yes. He is going to be a big star. There's no doubt about it. Really Juliana, and I would say there's Juliana and Robbie Rotten, Stefán Karl. Þetta verða stórstjörnur, það er engin spurning. Ég er náttúrulega ekki leikari og ég er höfundurinn og þá kemstu upp með meira. Þetta er bara svona, menn sætta sig við það að þú gáir svona, en aftur á móti Stefán Karl og Juliana, þeir verða, það er engin spurning, þau verða stjörnur. Það er ekki spurning mín með það. Gaman að heyra þetta og þið ætlaði að syngja fyrir okkur lag hér eftir augnablik, hvaða lag er það? You're gonna sing a song. Bing bang dingaling. Bing bang dingaling, þetta er Sólu Styrðu-lagið sem við notuðum í leikritinu. Máni Svava skýrir alla tónlistina, þannig að þetta er gaman Snorri Freyr með allt settið, þannig að við erum bara með okkar íslenska tími í þessu. Herðu, þú stígur stokk eftir stuttastund, ekki missa þessu eftir augnablik.